Já, góða kvöldið. Góða kvöldið, gott fólk, gaman að sjá okkur hér. Ég heiti Sverrir Bergmann, ég í 3. sæti í Suðurkjördæmi og ætla að titla mig hér með forsöngvara Samfylkingarinnar. Ég ætla að taka 2 lög fyrir ykkur og þið ætla að taka vel undir. Við ætlum að hita upp kroppinn og raustina og bara almennt stemninguna áður en formaðurinn kemur hér upp. Halldór Gunnar, ert þú klár? Ragnhildur Gísla, fyrsta lag. Ég á vesturleiðinni, á háheiðinni, á 110, ég má ekki verða og sein. Og svo hér! Það verður fagnað mikill vegna opnunar, flugrið sjoppunar, svo ég fór og pantaði borð fyrir mig. Ég frestaði stöðugt að fá mig starf, síðan síldin var, en svo lítið lata til vinnu, en hefða satt gott og svo! Konurnar fíla það mæta vel, að flestar aðeins til sem ég og verð bóhem og mér finnst það flott. Og svo kórið með Manstef. Líturðu vel út, baby, frábært hár. Vakið manst ekki eftir mér. Og hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Ég hef nokkuð lúmskan grunum að ein gömul vinkona gerir sér ferðangar líka, ég veit hvað ég syng. Hún svo til á sama aldri og ég, askot í hugunni og svo hún á hraðari leiðin á fing. Syngið það! Manstef. Já, já! Mikið líturðu vel út, baby, frábært hár. Manst ekki eftir mér. Og hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Og hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Og hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Mjög vel gert! Mjög vel gert! Herru, tökum eitt lag viðbót sem að þessi fallegi maður samdi. Eitthvað sérstakt á sér stað, eldan lýsa ský. Ég man saman göngum þennan stíg, aftur en á ný. Ég man og svo upp með hendurna. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég fagna því að vera til. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég finn í hjarta ástókin. Svo syngjum við! Og ástókin við göngum, og hjörtum slá í takt á ný. Og ástin býr í mér og ástin á sér stað á ný. Og ástin á sér stað. Lengi lifna minningar, logar enn í glóð. Ég finn sögu vil ég segja þér, sagan gerðist þér eitt sinn og svo aftur. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég fagna því að vera til. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég finn í hjarta ástókin. Syngið með mér! Og ástókin við göngum, hjörtum slá í takt á ný. Og ástin býr í mér og ástin á sér stað á ný. Og ástin á sér stað. Ástin á sér stað. Ástin á
hjörtun slá í takt á ný og ástin býr í mér og þér. Ástin á sér stað again á ný og ástókin við göngum hér. Hjörtun slá í takt á ný og ástin býr í mér og þér. Ástin á sér stað á ný og ástin á sér stað. Takk ykkur fyrir. Og að lokum með að segja það verða breytingar. Ef við kjósum breytingar, gerum þessa konu að forsætisráðherra. Kristrún Frostadóttir, gjörðu svo vel. Þó ég sé í forystu, þá vitum við öll að það eru mörg þúsund manns landið allt sem hafa lagt okkur lið og eiga hlut í þessu verkefni. Að koma Samfylkinguna aftur á rétta braut, og það höfum við gert. Til að koma Íslandi aftur á rétta braut, til að tryggja breytingar fyrir fólkið í landinu. Við getum það, ég veit að við getum það, ef við stöndum áfram saman og klárum dæmið saman. Því, kæru landsmenn, nú líður að stóru stundinni. Á laugardaginn verður kosið framtíð Íslands. Við höfum 3 daga núna til að tryggja breytingar næstu 10 árin. Þetta sögulegt tækifæri og það þjóðin sem velur. Meira af því sama eða nýtt upphaf með Samfylkingu, áframhaldandi óreiða eða traust forysta með Samfylkingu, hörð hægri stjórn eða sterk jafnaðarstjórn með Samfylkingu. Ríkisstjórn sem passar upp á það sem við eigum hérna saman, sem passar upp á landið allt, sem gengur í verkin og gerir það sem þarf til að negla niður vextina, laga heilbrigðiskerfið og laga Ísland. Því það ætlum við að gera, fáum við til þess traust í kosningunum á laugardaginn. Kæru landsmenn, staðreyndin sú að tækifæring okkar eru stórkostleg. Ísland frábært land, en það bara ekki alveg að virka núna, allavega ekki fyrir venjulegt fólk. Þessir allt og háu vextir, húsnæðisverðið, heilbrigðiskerfið og svo margt fleira sem við getum lagað og breytt til hins betra með nýrri forystu fyrir Ísland. Í Þorlákshöfn sagði ung móðir að vextirnir væri að sliga fjölskylduna. Við erum að borga 150.000 krónur meira á mánuði, sagði hún, af verðtryggðu láni. Ríkisstjórnin hefur bara algjörlega brugðist fólki hérna, sem svo lýsandi fyrir stöðu margra heimila í dag, og það sama á við tækifærin og fyrirtækin í landinu, en við þurfum að laga þetta. Kona 70 á Sauðárkróki sagði frá sárri reynslu á fundi Samfylkingarinnar heilbrigðismál. Það særir þjóðarstoltið, sagði hún, að horfa upp á stöðuna í heilbrigðiskerfinu. Eldra fólk látið búa á spítalagangi eftir að hafa stritað alla ævi því það fær ekki þjónustu við hæfi. Og hugsið ykkur, fyrir utan hvað þetta ómanneskjulegt og stingur í hjartað, þá eykur þetta líka kostnað í kerfinu, sem svo dæmikert fyrir stöðuna víða í velferðarkerfinu hérna á Íslandi. Við ætlum okkur að laga þetta.
Og hvar sem við komum, hittum við ungt fólk og fjölskyldur sem þrá ekkert heitar en öruggt húsnæði. Þak yfir höfuðið, að þurfa ekki að hrekjast á milli íbúða og borga þessa allt of háu leigu. Þetta er bara ósköp venjulegt fólk sem ekki að biðja mikið. En það væri til í að eiga eitthvað afgangs, kannski mánaðamótin, til að gera eitthvað skemmtilegt af og til. Og enn og aftur, þarna eru það öryrkjar og fátækir eldri borgarar sem verða verst úti, því að lífeyrir hefur dregist svo langt aftur úr launum á vakt síðustu ríkisstjórnar. Við ætlum að laga þetta. Já, kæru vinir, fólkið í landinu, það þráir breytingar. Þetta vitum við og þetta getum við fullyrt eftir að hafa hlustað á þjóðina á 150 opnum fundum og í 250 fyrirtækjum bara á þessu ári. Og það er alveg sama í fyrirtækjunum, ekki síst þessum litlu sem eru föst í íslensku vöxtunum. Þau vilja breytingar og þau vilja ríkisstjórn aðgerða. Eins og við heyrðum hjá stjórnanda iðnfyrirtækis í Reykjavík sem benti á að allir sem reka fyrirtæki vita að það þarf að fjárfesta til að skapa verðmæti. Það sama gildir Ísland, sagði hann. Næsta ríkisstjórn þarf að byrja aftur að fjárfesta og byggja sterka innviði svo að atvinnulífið geti blómstrað. Og bætti svo við, Kristrún, við getum ekki beðið eftir því að verði farið að stjórna landinu hérna aftur. Svona er þetta allstaðar, hvort sem er að ræða veski heimilana, velferðarkerfið eða atvinnulífið, það er ekki hægt að bjóða þjóðinu upp á þetta lengur, óbreytt ástand og meira því sama. Og þess vegna þurftum við í Samfylkingunni að bjóða betri valkost en þessa þreyttu valdaflokka sem hafa ráðið öllu í landsstjórninni allt of lengi. Við ætlum að laga Ísland. Hugsið ykkur, kæru vinir, við erum komin svo langt. Það er svo mikil vinna að baki, svo mikil samvinna við fólki í landinu og nú er svo stutt í stóra tækifærið. En sigurinn er samt svo langt frá því að vera í hendi. Þess vegna skulum við gefa allt sem við höfum, allt í botn núna á lokasprettinum og vinna þetta saman. Hvern hefði nefnilega grunað? Þegar ég var að hengja upp plakatið í Bónus í Borgarnesi til að auglýsa minn fyrsta opna fund sem nýkjörinn þingmaður, að 2,5 ári síðar erum við stödd hér. Og á meðan ég var að þessu kom eldri kona og virti fyrir sér auglýsinguna og kallaði á manninn sinn. Þetta voru Ása og Sveinn í Borgarnesi, sem ég þekkti ekki neitt, en það lifnaði yfir þeim. Og þau sögðust bæði ætla að mæta á fundin í Alþýðuhúsinu. Og ég var náttúrulega bara steinhissa, en það kom á daginn að Sveinn hafði árabil verið formaður verkalýðsfélagsins í bænum og pappans áður verið formaður verkalýðsfélags Akraness. Síðan þá hef ég hitt þau reglulega. En þetta var eftirminnilegt og kveikti einhverja von hjá mér. Því það minnti á að þó að Samfylkingin hefði legið lágt og tapað áttum og væri á þeim tíma að sleikja sárin eftir ósigur í kosningum, þá byggjum við á sterkum grunni. Það er fólk land allt með sterka jafnaðartaug sem hafði von og trú og hefur nú tekið virkan þátt í að styrkja Samfylkinguna aftur. Samtal fyrir samtal, fund eftir fund og nú í kosningabaráttunni. Því að Samfylkingin er flokkur hins almenna manns og við eigum sterkar rætur sem ná allt aftur til 12. mars 1916 þegar Alþýðuflokkurinn var stofnaður og Alþýðusamband Íslands. Og ég gleymi aldrei fyrstu spurningunni á þessum fyrsta opna fundi mínum sem þingmaður. Hvað ertu að gera hérna? Hvað ertu eiginlega að gera hérna? Þá voru þau hissa á að það væri komin þingmaður til að halda fund í upphafi kjörtímabils með fólkinu í landinu og alla leið í Borgarnes.
Af hverju ertu að þessu? Já, hvern hefði grunað? Svarið er ennþá það sama í dag og það var í Alþýðuhúsinu í Borgarnesi. Til að finna sameiginlegan þráð með þjóðinni. Af hverju erum við að þessu? Til að finna sameiginlegan þráð, til að sameina þjóðina og til að tryggja breytingar fyrir fólkið í landinu. Og þetta, kæru vinir, höfum við gert. Við byrjuðum á sjálfum okkur með því að fara aftur í kjarnan og ná aftur virkari tengingu við hinn almenna launamann. Saman breyttum við Samfylkingunni til að breyta íslenskum stjórnmálum, til að breyta Íslandi fyrir fólkið í landinu. Líka þau sem eru ekkert endilega að velta fyrir sér pólitík frá degi til dags. Þó Íslendingar séu oftar en ekki með sterka jafnaðartaug og vilji flestir að við pössum upp á það sem við eigum hérna saman. Nú getum við sagt fullum fetum. Samfylkingin er komin aftur á réttan stað, þétt með þjóðinni. Við hlið hins vinnandi manns með puttan á púlsinum í íslensku atvinnulífi, því við erum með plan og við erum til þjónustu reiðubúin. Takk fyrir hjálpina, takk fyrir að sjá tækifærin sem Ísland hefur með sterkri samfylkingu og takk öll svo innilega fyrir að leggja okkur lið við að leiða breytingar. Ég nefndi Ása og Svein, en ég hefði getað nefnt svo mörg ykkar. Nú fylgjum við okkur saman og sækjum þennan sigur í kosningunum á laugardaginn fyrir fólkið í landinu. Kæru landsmenn, loka skilaboð mín til þjóðarinnar fyrir þessar kosningar eru skýr. Tryggjum breytingar. Samfylkingin tryggir breytingar. Við erum eini flokkurinn sem mun tryggja breytingar í þessum kosningum af því að við erum eini flokkurinn sem er með plan raunverulegar breytingar og trausta forystu sem getur leitt breytingar. Við í sameiningu höfum sýnt þetta í verki. Við breyttum Samfylkingunni, við erum eini flokkurinn sem leggur áherslu á að byggja upp sterka innviði og laga Ísland, hvort sem litið er á samgöngur, orku eða heilbrigðis- og velferðarkerfið okkar og síðast en ekki síst er Samfylkingin eini stóri flokkurinn sem er ekki hluti af gömlu hægri flokkunum sem hafa stjórnað Íslandi allt of lengi. Þetta skiptir máli, kæru félagar, því ólíkt til dæmis Viðreisn og Miðflokki sem eru hægri flokkar og klofningsflokkar úr Sjálfstæðisflokki og Framsókn, þá er Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur, sósíaldemókrataflokkur og það er grundvallarmunur. Og nú, kæru félagar, er sögulegt tækifæri til að tryggja nýtt upphaf með Samfylkingu. En það verður að kjósa breytingar til að tryggja breytingar. Því ef Samfylkingin fær ekki umboð til stjórnarmyndunar sem stærsti flokkurinn á Alþingi, þá er raunveruleg hætta á að hér verði mynduð hægri stjórn, hörð hægri stjórn, með Sigmundi og Bjarna, Flokki fólksins, jafnvel Viðreisn og Framsókn og þess vegna er þetta skýrt. Samfylkingin þarf að verða stærsti flokkurinn til að tryggja breytingar. Það er svo ofboðslega mikið í húfi núna. Snúum bökum saman og vinnum þetta saman. Kæru landsmenn, og hvað ætlum við að gera til að leiða breytingar? Þið þekkið þetta.
Samfylkingin ætlar að lækka kostnað heimila og fyrirtækja, negla niður vextina með því að hætta að reka ríkið á yfirdrætti, standa með ungu fólki og fjölskyldu með bráðaaðgerðum á húsnæðismarkaði, tryggja öruggar tekjur ævina alla með því að hækka lífeyri TR í takt við laun og með nýju fæðingarorlofskerfi. Samfylkingin ætlar að laga heilbrigðiskerfið með föstum heimilislækni sem þekkir þig og öruggri heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Hlúum að fólkinu sem byggði landið með þjóðarátaki í umönnun eldra fólks og Samfylkingin ætlar að styðja við atvinnulíf landið allt. Tvöfalda fjárfestingu í samgöngum með tekjum frá auðlindum og aukinni verðmætasköpun, byggja upp orkuinnviði og styðja við orkuskipti með grænum hvötum. Já, við ætlum að styrkja velferðina og stækka kökuna í stað þess að veikja velferðina og skemma kökuna. Þetta getur Samfylkingin gert því við skiljum að það þarf að fjárfesta til að skapa verðmæti. Þetta verður fallegt Ísland, stolt þjóð með sterku velferðarkerfi. Hvaða flokkur tryggir breytingar? Samfylkingin. Hvaða flokkur tryggir breytingar? Samfylkingin! Já! Og spyrjum okkur, kæru vinir, spyrjum okkur reglulega, eins og fundagestirnir í Borgarnesi. Af hverju erum við að þessu? Kæru vinir, við erum að þessu fyrir fólki í landinu, fyrir konuna í Þorlákshöfn og fjölskylduna hennar sem að sligast undan allt of háu vöxtum, alla sem lenda í því sama og konan á Sauðárkróki sem horfði upp á ástvin, sem fékk ekki þjónustu við hæfi, því heilbrigðiskerfið gekk ekki upp. Fyrir unga fólkið sem hrekst á húsnæðismarkaði, öryrkjana og eldri borgarna sem þurfa að skrifta hver einustu mánaðamót. Fyrir litlu fyrirtækin sem eru föst í íslensku vöxtunum og þrá stöðugleika, fyrir atvinnulífið allt sem getur ekki beðið eftir að verði byrjað að stjórna hérna aftur, eins og einn forstjóri í Reykjavík komst að orði. Haldið þið að þessu fólki finnist vextirnir vera að virka? Vera húsnæðiskerfið vera að virka eða heilbrigðiskerfið vera að virka? Nei, alls ekki. Og segjum það bara hreint út. Leið Sjálfstæðisflokksins hefur ekki virkað. Fráfarandi ríkisstjórn hefur brugðist fólkinu í landinu og gleymum því ekki. Gleymum því ekki hvað þau gerðu. Gleymum því ekki hvernig þau lofuðu lágum vöxtum og stöðuleika en mistu alla stjórn með þeim afleiðingum að vextirnir fóru upp, verðbólgan fóru upp og skattar á almenning hafa líka farið upp frá 2013 til að bæta gráu ofan svart. Nei, félagar, þessi leið hefur ekki virkað, hvorki fyrir fólkið né fyrirtækin í landinu. Kæri landsmenn, það er komin tími á breytingar. 3 dagar til að tryggja breytingar hér næstu 10 árin. Eftir langa bið, þá veit ég núna að ég þarf ekki að missa trúna. Við vinnum þetta saman og breytingarnar byrja strax á laugardaginn fáum við til þess traust hjá þjóðinni í næstu kosningum. Það kemur með þér. Og þá hefst vinnan fyrir alvöru. Takk fyrir, takk kæru vinir, vonum, trúum og tökum þetta alla leið. I wish